Ég heiti Magnús Már Valdirsson og kenni þetta námskeið í haust. Og mér finnst mjög gaman ef fólk hefur eitthvað fram að færa, þannig að endilega stoppið mig af ef ég held hérna áfram út í eitt. Eitthvað sem ég vil segja, eða spyrja, ef eitthvað er óljóst. Í dag þá ætla ég að fara yfir námskeið almennt talað og síðan að fara aðeins í Java og hvernig maður setur upp og hvernig maður gerir einfalt forrit. Allt varðandi kennslubókina, allt varðandi námskeiðið er í rauninni þegar komið inn í MySchool, það bæði undir flipum og líka í sér skjali. Ég mæli með því að fólk kynni sér þessar helstu eiginleika, en þetta er sérst kennslubókin, Algorithms 4th edition og ég ætla að ræða almenns eðlis hvað við erum að gera í þessu námskeiði. Þetta er sem sagt námskeið í reiknirítum. Hvað þýðir það? Hvað þýðir það? Hvað þýðir það? Ha? Enginn? Algorithms, hvað þýðir það? Algrim, já, þetta var góð útskýring. Algorithms er reyndar nefnt eftir manni sem var uppi, Persi, sem hét Al-Khwarizmi og var frægur fyrir að gefa út kennslubók sem bar í sér heitið Algebra og þannig gefur nafnið Algebra. Það var kennslubók í almenni stærðfræði. Og þar komum fram ýmiss konar reikniaðferðir. Hvernig fer ég að því að margfalda saman tölu? Það er ákveðin skipuleg aðferð til að gera hlutina. Og það er það sem reiknirit eru. Það er ákveðin skipuleg leið til að leysa hluti. Stundum er líkt við uppskriftir. Hvernig maður fara að elda eða baka eitthvað. Það er gefið til kynna hvað maður þarf í það og hvernig maður ber sig að því. Yfirleitt er því eins og lýst mjög svona, ekki of nákvæm, þannig að fólk eins og ég yfirleitt verður fast þarna því að átta sig hjá þau nákvæmlega hvernig fer ég frá skrifi A yfir í skrifi B. En það er mikið líkindi þarna milli. Þetta er sérst almennt að lausnar aðferð. Hvernig gerum við hluti í tölvum? Og við sérstaklega áhuga á svona grundvallar aðgerðum. Hvernig við leysum svona core verkefni sem birtast mikið til út allt. Til þess þurfum við góða reiknirit, algrim og góða gagnagreindur. Það sem við komum til að sjá hér eru þessum grunngagnagreindur ýmiss konar. Þetta, þegar við séum stafla og biðraðir, síðan sjáum við hérna forgangsbiðraðir og union find gagnagreind til að mynda. Og ýmiss konar röðun, það fyrir stóru hluta tímanum í röðunaraðferðir af ýmsu tagi. Og leitun líka, hvernig fer maður að finna hlutina skilvirkan hátt. Síðan förum við í aðferðar á netum, bæði áttuðum og óáttuðum. Og það sem er nýtt í ári er að við förum í kafla 5, þar sem maður farið í strengjavinnslu. Og í lokin þá förum við örlítið í hvað er ekki hægt að gera í tölvum, eða hvað virðist sem tölvur ráði ekki almennilega við. Og eins og segi það er þessi ákveðna kennslubók, sem er að mörgulti mjög góð. Það sem er best við hana er það að fylgir mjög gott vefsetur. Og það ætti að kynna ykkur mjög vel, vegna þess að það er margs konar resource hægt að finna þar. Og ef við skoðum örlítið hérna í gegn, þá sjáum við hérna efst uppi kaflaheitin og undir hverju kafla, eða undirkafla, þá sjáum við ákveðin lýsing til þess að eins konar útdráttur úr þeim undirkafla. En ef þið viljið lesa eitthvað við lesið hægt og erfitt að lesa allar 900 síðurnar, við förum ekki að gegnum allar, en þá kannski ráða að skoða gegnum þennan útdrátt. Og með þess að myndra. Nú, þar eru líka fleira, FAQ, algengar spurningar, data. Hérna er ýmiss konar raungögn sem eru fengin hérna og þannig frá úr til að mynda bækur til að lesa textavinnslu eða ýmiss konar raunverulega gögn.
Sum þeirra vel stór og skemmtilegt að nota til þess að gera eitthvað áhugavert á raunveruleg gögn. En það sem ekki hvað síst mikilvægt þessi hérna bútur sem kód. Nú reynda komin, þetta sem vefsetti fyrir fleiri en eina bók. Þetta bókin sem kom undan heitir þessi Programming in Java og þau samanust saman söfnin en stundum hoppa maður óvarstaldað á milli. Ég ætla að finna kóðan fyrir þessa algoritmubók okkar. Þannig að öll forritin sem koma fram í bókinni eru hér. Og til dæmis í upphafi okkur sýnt þetta hérna, tvíundarleitaforrit. Þetta sett upp á ákveðinn hátt vegna þess að þetta svona syntax highlightað og það líka ákveðið snið á þessu eins og við sjáum hérna í kommentunum vegna þess að út frá þessum kóðin með líka, þetta nýtir sér ákveðið skipulag sem heitir Javadoc og ef þú setur kommentinu upp á réttan hátt þá getur þú þannig útbúið dokumentasjónuna sjálfvirkt. Það að segja, dokumentasjónin á að koma fram hér. Og þetta þetta Java tegund af dokumentasjón þar sem við fáum útlistunar yfir þær aðferðir sem birtast og fyrir hverja aðferð þá fáum við notkun á hvernig parametrarnir, hverju þau skila og lýsingu síðan á hvað þetta á að gera. Og eins og segi það á að verða við að þetta allt útbúið til, þetta sem er genererað á góður íslensku, beint út frá þessum kóða sem við sjáum hérna. Svo bakveðan hægt að fá textaskjalið sjálf til þess að einfaldlega kópíera. Og við hliðina á sjáum við síðan ýmiss konar gagnaskrár, einfalt inntak til að nota til að gera þessi forrit. Og það margt hægt að læra einfaldlega með því að bara skoða forritin. Ef þetta velgerð forrit, þá á maður að njóta þess að geta lesið þau, á þess að þurfa að beina þess að kompæla þau, sjá hvernig fyrir hann að því að gera hlutina. Skoðum hérna til dæmis. Þetta alltaf skipulagt uppsett, það að segja að það ákveðið snið á hvernig kommentin í upphafi, ákveðin heiti, hvernig fer það að því að keyra þetta, hvað þú þarft til þess, dependencies, gagnaskrár sem þú getur notað við þetta, lýsing á þessar aðferð og síðan dæmi ákveðna keyrslu og hvað það sem ætti að koma út. Og hérna tekin 3 dæmi. Og síðan kemur klassin eins og segir syntax highlightar hérna fyrir neðan. Og Java forrit byggjast á því að byggjast á klössum og þar getur við verið með ýmiss konar aðgerðir sem beitir á stök klassanum. Það getur líka verið svokölluð statikföll eða klasaföll. Og þá keyrir það án þess að þurfa að nota búa til hluta af því tagi. Já, nú ég komið út í Java miklu meira heldur ég ætlaði mér. Jæja. Herðu, hérna þetta vefsetur, það fleira hérna, það errata, references, online course, lecture slide, allar slæðurnar sem við notum eru hér. Ég breytti bara örlítið en mestuleyti ég nota samskonar hluti og eru gerðir hér. Hérna ýmis forritunarverkefni líka fyrir það sem vil eitthvað áhugavert til þess að glíma við. Og því ætla að kynna ykkur þetta vel. Hérna í þessum kóða þá líka þar fyrir neðan, það meira lausnir á ýmsum dæmum, þannig að ég vil glíma við dæmi og síðan skoða hvernig þeir leysa það. Það átt að finna svör við ýmsum forritunardæmi hérna, question and answers. Og hérna eru líka upplýsingur hvernig þú ferð í installara Java, allavega eins og þeir nota það. Og líka þessi gagnasöfn sem þeir nota, hérna klassasöfn. Allavega, þetta mjög sniðugt og hagnýtt þetta vefsetur, margt þar að finna og eitthvað sem við komum til að nota. Nú, skipulaðan afskilu kemur þarna fram eins og ég sagði og það fyrirfram ákveðið hvað við gerum með hverju fyrirlestri, þannig að það geti verið vel undirbúin fyrir hverju fyrirlestur. Þetta ekki komið ykkur neitt óvart. Það líka ákveðið hvaða verkefni sett fyrir og hvaða degi og hvernig áskilaði. Þetta lýsing á hérna næstu 3 vikum. Við tökum fyrstu 3 vikur í kafla 1 í bókinni og tökum þessu undir kafla nokkurn í réttri röð.
Og það kemur hliðin á þau skilaverkefni sem að gera. Það sem breytilegt í ár, við erum að nota hérna endþjón í annað skiptið. Þetta svona æfingaþjón. Þetta eitthvað sem ykkur í haga að þjálfa ykkur. Þannig að þið getið, þetta svona þjón sem býr til spurningar fyrir ykkur. Þannig að hún generar eitthvað eintak og þið síðan að leysa hvert svarið. Og þið fáið þá strax tilbaka ef þetta er rétt eða rangt, hvernig svarið á að vera. Og þið getið keyrt þetta eins oft eins og þið viljið, eins og þið þurfið þar til þið áttu ykkur á hvernig það er að virka. Og síðan í lokin þá takið þessa æfingu og fáið þá gefið fyrir samkvæmt því. Efnið nokkuð 75% eins, en í árað ætlum að bæta við þetta smá efni úr kafla 5 sem fjallar strengjanótkun og sleppa í staðinn 2 undirköflum. Þannig að þetta er miklu leyti eins og það hefur gert áður og skipulað mjög álíka. Nú upptökurnar eins og þessi fyrirlestur eru tekin upp hérna á Google Hangouts. Það þýðir það að þið getið fylgst með því samstundis með þetta að gerast ef ykkur henta það betur. Ef ykkur leiðist að spyrja spurningu tíma. Ef þið viljið vera á nærbuksunum að horfa fyrirlestra, það var mjög sniðugt. En það er líka þá kostað sjálfkrafa leið að ég slekka á þessu. Þá eftir smá tíma þá er þetta komið inn á YouTube, þannig að þá getið fylgst með því. Þannig að þá þarf ég ekki að hafa ágjörð að þurfa að fyrst að þjappa niður skranni og síðan að uploadinni. Þannig að þetta verður strax tilbúið. Nú, þetta er líka hefðbundið orðið, nota Piazza. Ég mæli með því að það kemur ekki fram hérna, en við fá smá bónus fyrir góða spurningar. Góð spurningar og góð svör gefa svona smá bónus. Þannig að það er ekki verra að gera það. If there are any English-speaking students here that do not understand Icelandic, please let me know, and we'll see what we need to do. In general, all the material is in English. The assignments will be in English too, so there should not be a problem. But I have not translated, for instance, the organization of the course into English. The final exam will also be both in Icelandic and English. Nú, hérna byrja ég að predika og hamra á hvað þetta sé nú mikilvægt og merkilegt námskeið. Og því það leggja allar eitthvað tíma í þetta námskeið. Já, ekki alla, nei, 80% nóg. En allavega þetta er afskaplega mikilvægt vegna þess að þetta er þessi 3 námskeið forritun gagnaskipunarreiknir, þetta er kjarninn hérna og þetta er loka nikkurinn og út frá þessu fáið getið þið farið í hvaða námskeið sem nokkur með. Og þetta við reynum hérna bæði að þjálfa meiri forritunarhæfni, almennt tala svona lausnarhæfni og líka að hugsa aðeins abstrakt. Það reynist fólki dálítið flóknara og beita smá starffræði við það. Þannig ekki vanmeta námskeið, ekki láta það sýta á hakanum, frekar eitthvað annað. Nú, ég hef spurt hvað er vinnuálagi, þá er vinnuálagi frekar mikið. Það er meira yfir meðalagi og það er einfaldlega að við viljum tryggja að þið fáið það sem þið þurfið út úr þessu námi. Nú, verkefni eru þrenns konar, það eru stærri skilaverkefni, hvert sig 7%. Það eru minni skilaverkefni sem eru aðra vikur þeir eru ekki stórverkefni, hvert sig 2%. Og síðan eru þessar æfingar sem taldi hérna á æfingaþjóni sem í hverju viku. Það eiga að vera mjög fljótlegar. Skilaverkefni og dæmitímaverkefnin, S-verkefni og D-verkefni, þeim skilað á föstudögum. Þannig að það er alltaf sami skilafrestur nema í þessari viku. Það er eitt af þessum D-verkefni í þessari viku og núna þá verður skilafrestur fram á sunnudag. Þessi minni verkefni, þar eru 9 verkefni sett fyrir og það eru 7 bestu af þeim sem gilda, hvert 2%.
Nú, varðandi þessi stærri verkefni, þá verður svo regla að þið geti verið saman í hóp, þið geti við 2 saman. Nema allavega einu verkefni þurfa að vera ein. Af hverju? Jú, vegna þess að það er ekki hollt fólki ef þið lendið í hópi þar sem að einhver getur séð bara einhver ákveðin mál og þá komið þið aldrei til með að fá nægilega þjálfun í þeim málum, hvað sem þau mál eru. Þess vegna viljum við tryggja að þið fá allavega eitt verkefni sem þið þurfa að glíma við þetta. Og síðan er reglur varðandi skilafresti, það kemur allt fram í skjalinu. Eitthvað fleiri þetta? Já. Ég setti spurning á Björns að í dæmiverkum þá getur við líka verið hóp. Já. Já, það stendur í umfræði námsmenninu þú spurt að sé ykkur reglum svo verður það einn í eitt skipti. Já, ég hef ekki sett það reglu fyrir dæmitímaverkefni, en þið getur verið hópum þar. Já. Þú sagðir að einn röntgenfræðingur í starfstöðinni. Já. Leifir að taka hann meðfram þessum nauðsynlegum Það getur alveg gengið upp að taka það með, já. Og það er dálítið þannig að það er ekkert sem þú verður að hafa haft, sko, heldur er þetta bara spurning aðeins svona stærðfræðiskilning. Og reyndar varðandi forritun eða gagnaskipa sem myndi að fara, þá það er líka möguleiki fyrir fólk sem hafa ekki tekið að taka þetta námskeið, en það þá mjög góðan forritunar undirbúning. Lokaprófið er lokuð bók, það má ekki taka með sér gögn, en það má taka með sér 1 A4 blað, skrifað báðum megin. Og aðrar upplýsingar eru þarna til staðar. Nú síðan er þetta varðandi verkefnaskil. Þetta er eitthvað sem við verðum að minna okkur á allavega einu svona á önn. Það er þetta með að það er lausnir sem þið skilið verða að vera ykkar eigin lausnir. Þið megið ekki nýta ykkur lausnir annarra. Þið megið ekki kynna ykkur lausnir annarra heldur. Það þýðir að þið megið ekki sýna öðrum ykkar kóða. Ef þið megið ræða saman, en þá ræðið saman svona almennum nótum hvernig þið ætlið að glíma hlutina, eða ef þetta er einhver ákveðin tæknileg mál, þá leysið þetta tæknilega mál óháð þeirri lausn sem þeir eru að vinna að, ekki satt. Já. Þetta hefur reglunar endur skila verkefni, ég er búin að gera setja helmingingar. Já. Og ég hef ekki gert það alltaf nýtt eða... Já, við notum mikið það verður mikið sömu verkefnin, þannig að þá bara getur við sendið náttur. Það ætti að gera hlutina þægilegra fyrir það sem hafa tekið á það. Nema ef svo regla, ef þú getur til dæmis öll 3 verkefnin þarna á undan með einhverjum öðrum, þá þarftu að gera eitt af þeim sjálfur. Það er bólandi gegnum allt svona í álum í það. Já. Þannig að já, það þarf að gefa til kynna líka, sko, ef þú varst að vinna með öðrum, þannig að á þeim tíma. En við sem sagt gerum samanburð tekum á hvort að einhver lausnir eru of líkar einhverju sem hefur sendt inn áður, verið að senda núna, eða birtist einhvers staðar á netinu, og því miður hefur alltaf verið eitthvað það að slík atriði hafi fundið, og það hefur ekki ennþá komið fram svona false positive, þar að segja, við hefum ekki ennþá gripið einhvern sem var svo ekki gera neitt, en við frekar verið íhaldssam við það, en það er samt sem maður alltaf einhver tilvik og við erum alltaf auðvitað lágmarkað slíkt. Þannig ef það er eitthvað sem er óljóst í þessu, endilega talaði við okkur fyrirfram frekar. Og stundin lendir með því að menn eru að vinna saman sem pör, sko, og þá kannski er einn sem gerir eitthvað sem hinn veit ekki af. Það er náttúrulega, getur þetta alveg hættulegt, þú veist, ef annar aðalinn kópir einhvern kóða og segir ekki vinnu sínum frá því. Því miður, þá náttúrulega sitja báðir alltaf í súpunni. Já, ok. Hvað ætla ég að segja hér? Jú, þetta áttu nú að vera hvernig maður fyrir að því að finna þessu.
Ég er stundum dálítið að hugsa sko þegar maður svona fyrirlestrum að þá svo auðvelt að missa athyglina og sérstaklega ef maður reyna að gera eitthvað annað á sama tíma, þá finnst mér alveg útilokað, þá alltaf detti alveg út úr fyrirlestrunum. Þannig að ég ætla ekki að banna það en ég ætla bara að benda ykkur á að það að vera aktív á Facebook á sama tíma, það dregur einfallega úr athyglisgetunni og ef þeir eru reyna að multitaska með því að gera marga svona hluti, þá eru þar með, erfiðara að einfallega ná því sem verið að tala um. Frekar ætti maður þá að reyna að finna eitthvað sem maður geti verið að gera þessum tíma. Einhvern tímann tók fólk með svona glósur, þegar maður kannski heyrt þá gamla daga, þegar fólk skrifaði niður, eitthvað svona helsta atriði. Það hægt að glósa líka inn á fyrirlestrana, þið getið verið með fyrirlestrana á tölvunni og krossað inn á það eitthvað sem þið segir ykkur eitthvað og það verið að beita einhverju, þá maður að beita fleiri en einu heila kveil, ekki, bæði svona hreyfingu og líka því sem heyrir. Það kannski hjálpa það til, en allavega maður þarf alltaf að finna hver mín leið til þess að virkilega fá eitthvað út úr þessu. Ég vil alltaf meina eða mér finnst það þegar ég í fyrirlestrum að satt best að segja, finnst mér að erfitt að einbeita mig vel á fyrirlestrum. Þetta er vorkin í ykkur að vissu leyti að þurfa að hlusta fyrirlestrana, en ég tek eins og rétti að þegar ég aktífur og virkilega, að taka þátt í að reyna að spyrja eitthvað, að reyna að fylgjast með, reyna að hamra því sem að gerast, þá athyglin miklu meira til staðar. En ef þið getið fundið eitthvað til að gera, hvort það að tala um hvort annað eða inn á milli eða spurt spurninga, það hjálpar ykkur til. En þið finnið út af þessu. Ok. Hvað segir þið? Ég á því að fólk þarf það hægt að taka við fyrirlestrum fyrir ákveðin tíma. Þessi, þú getur hlustað eitthvað samfleytt í svona kortið 20 mínútur. Svo fer svona athyglin dálítið að gefa eftir. Þannig að fólk þarf að gera eitthvað til að brjóta þetta upp. Ein leið væri sú, sem prófum núna, að standa upp. Standa upp og teygja úr sér. Tökum 10 sekúndur í það. Einu svona braka aðeins í liðanum, svo sest maður niður aftur. Ekki aldrei þessari, meiri vakandi. Ok, á hverju verið að stúdera reiknið? Jú, það augljóst vegna þess að þetta skyldunámskeið, þá þurfum allir að taka það. En af hverju þetta í þessu námskeiði? Af hverju þetta gert að skyldu? Það vegna þess að þetta eins og segi, þetta ákveðin kjarni í því sem allir þurfum að gera. Reikniritin eru gjarnan vélin í hugbúnaðinum sem knýr hann áfram og það ekki endilega stærsti hlutin af hannum, það getur verið að tímafrekasti hlutur sé eitthvað annað, en það kannski tiltölulega flóknar hlutin og þó þið verði ekki allir vélar sérfræðingar, þá þurfa allir að átta sig á nokkuð, hvernig virkar þetta fyrirbæri? Hvernig nota ég þetta? Hver takmark þess? Til þess við að reyna að skilja reiknirinn. Það getur verið að þið þurfið að þróa ykkur eigin lausnir, en það getur líka verið að þið þurfið aldrei að gera það, en það alveg öruggt að þið eftir að nýta ykkur þann skilning sem þið fá til þess að átta ykkur á því hvenær virka forrit vel og hvenær virka það ekki. Það kallar stundum skalaleiki forrita. Hversu skilvirka þið eftir þessum skalinn, þessi stærðin inntækinu eykst? Það það sem við erum að glíma við. Og til þess til þess að skala svo góða þarftu klára reiknirinn og megnið af því sem gert sem flókið með tölvum, það byggir einhverjum sniðugum reikniritum. Hvort það að nota iPod eða nota internetið. Það ýmiss konar reikniritir sem komið sögu og við eftir að sjá þeirra. Og
til gamast ákveðið að fletta henni upp. Hvar kemur þetta nú fyrir svona í þessum almenni heimi? Áður fyrir sá maður nú stjarna orðin algoritmans. En í dag maður farin að sjá þetta næstu bara allavega hverju viku. Bara síðasta mánuð eða svo, þá hef ég fundið hérna þessi blaði sem ég les oft, New York Times, algoritms bara birtast hérna í haustnum, í titlinum, oftar en einu sinni. How computing can help art historians. Eða, sarcasm poses problems for computer algorithm. Þeir skilja ekki tvíræðni. Blame a male biased algorithm. Algorithms and bias. Þetta allt bara í síðasta mánuði þessu. Reiknirit reyndar mjög gamalt fag. Elsta reikniriti sem við komum til með að kynnast kannski hérna reiknirit Evklíns sem til að finna stærsta samdeli og það ennþá notað í dag og rauninni mjög mikilvægt vegna þess að það grundvallar bútur í tölvuöryggi. Það dulkóðun. En auðvitað var þróunar mestuleitt eftir að tölvur urðu almennar vegna þess að áður en tölvur komið þá þurftu nú kannski ekki eins skilvirkar aðferðir. Samt sem það voru þó nokkuð sem að þróað einfallega fyrir handvinnslu. Stundum þarf maður góð reiknirit fyrir að leysa hluti sem annars væri ekki hægt að leysa. Stundum vill maður skilja reiknirit einfallega vegna þess hvað eru falleg, skemmtileg. Við talaðum þetta hérna sem ljóð tölvuteknínar. Eða til þess einfallega verða betri forritari. Það ætti að vera markmið flestra að vilja verða góðir forritarar. Og eins og þessi maður sem þróaði Linux stýrikerfið segir slæmir forritarar hafa áhyggjur af kóðanum, góðir forritarar hafa áhyggjur af gagnagrindunum og hvernig það tengja saman. Almennt talað þessi stærri fyrirtæki, betri fyrirtæki í dag, þau krefjast góðskilning og sérstaklega svona algoritmisk lausnarleitar skilnings. Ég geti séð á netinu hvers konar spurninga koma til að spyrja gjarnan í svona viðtölum. Og það ofta einhverja því tagi sem við erum að kannski alltaf til glíma við. Þannig tegundar hugsun. Og svo segir jafnvel það orðið þannig að vísindi almennt talað eru farin að þróast miklu meira úr því að vera svona byggða einhverju formúlum yfir að byggða einhvers konar reiknirit. Þannig að reikniritin er orðin á lýsing á því hvernig alheimurinn virkar. Þannig að þetta rauninni það sem við höfum þessi námskeið að segja og af hverju við erum að læra þetta. En næst allir falla þessum seinni hlutanum Java. Einhver sem vilji koma að? Hvað vitið Java? Það forritunarmál? Já. Og hvað fleira? Það túlkað forritunarmál, já, það rétt. Hvernig það túlkað? Með tímandann sem hann tekur hálfkóðan, getur hann breyta nýjukóða með hann til. Já, það er með túlkara sem túlkar þetta, já. Það svona hálfkóða eins og segir eða bætakóði sem svona ákveðin virtual sýndarvél fyrir Java. Þannig að þýðandinn þýðir ekki yfir á vélamálið eins og C++ þýtt, heldur þýðir yfir þetta almenna portable tegund af kóða sem Java bytecode. Já, rétt. Hvað fleira? Það akkurat hugsað út af það svona cross-platform hugmynd, já, þetta yfirferðanlegt. Hvað fleira? Fyrir ekki við þetta? Það líkar. Það lekur minni. Já, ok.
það? Menn að nota mikið minni eða það getur verið? Hvað segirðu? Það ekki garbage collector. Garbage collector, hvað þýðir það? Í rauninni í staðinn fyrir við sjáum minni pointina, þá gerir forðum að gera. Akkurat. Við þurfum ekki að eyða hlutum. Það er rauninni engin delete aðgerð eins og í C++. Heldur er sjálfvirkt séðum það að þegar hlutir er ekki lengur notanlegir að þá eru þeir teknir úr notkun. Þannig að þá er minni hreinsað. Það er kallað sjálfvirk ruslasöfnun. Og það er, já, af hverju er það eiginlega? Ég meina, það er óhjákvæmilega tímafrekt fyrir tölvuna að þurfa að sjá það. Akkurat. Það er verið að passa upp að við gerum einhverju vitleysu. Vegna þess að það er betra að láta tölvuna eyða tíma heldur en láta forrituna eyða eða gera mistök. Þannig að það er reynd að lágmarka möguleika á villum. Ég ætlaði nú að, já. Hver er ástæðan fyrir að nota Java hér C++ í innkursum? Akkurat, af hverju nota Java hér og C++ í hinum kursunum. Ég kem að þeir alveg rétt bráðan, ég ætla að koma að því. Ég var alltaf búist við einhver myndi benda mér á að Java er jú eyja. Það er ein af eyjanum í Indonesíu. Hvað er Java líka? Það er kaffi sem kemur vantilega frá Jöfi eyja. Vantilega hafi þessir hönnuði verið áhugasamir kaffimenn. Það er líka til einhverju einingar í Java sem kallast Java Beans, Java bönur. Allavega, af hverju erum að nota þetta forritunarmál hér? Og það er einföld ástæða fyrir því, vegna þess að þetta forritunarmál er notað í þessari bók. Ég ákvaða að þetta væri besti möguleikinn, besta bókin til staðar, sérstaklega þetta umhverfi. Þannig að við einfaldlega þyrftum að þá leggja það aðeins á okkur að bæta því við. Kosturinn hins vegar sá að fyrstulega er það ágætt að læra fleiri en eitt tungumál. Það er ágætt að vera einslag því að þurfa að færa sig yfir eitt annað. En líka það að vegna þess að sá hluti af Java sem er notaður hér er svo lítið breyttur frá því sem hann er í C++. Þannig að skrefið ætti að vera mjög þægilegt. Og að því að Java er líka, má segja, þægilegra. Það er auðveldara að komast inn í heldur en C++. Þá ætti að vera auðveldara að taka það skref frá C++ yfir Java, frekar en frá Java yfir C++. Og hérna kemur jú ákveðin útlistun á hvað er sniðugt við Java og jú, þetta er mjög mikið notað. Þetta er eitt mest notað tungumál í heimi. Það hefur sína kosti vegna þess að það er tiltölulega nýlega hannað, það notar alla þá mikið af þeim svona hugmyndafræði sem úr forritunarmálum, sérstaklega varðandi að gera próf til þess að koma í veg fyrir mistök hjá forritunum. Og þetta með sjálfvirku ruslasöfnunar er eitt atriði í því. Og þetta er stóru iðnaðurinn sem tengist Java að mörgu leyti. Nú, það er líka þannig að menn þurfa alltaf að velja eitthvað ákveðið tungumál og það er ekki tungumál sem fullkomið, við þurfum að velja eitthvað. Eins og þessi maður segir, Bjarni Strústrup, veit ykkur hver það er? C++, já. Nei, ekki það sama. C er miklu eldra, það er frá 1969. C++ er frá 1980 og 80 kannski. 85 eða svo. Kringum 85 held ég að fyrsta útgáfan hafi komið, raunveruleg útgáfan. Og já, ég segi þessi miklu eldri, eða mér fannst allavega miklu eldri en vegna þess að þegar ég var að læra þá var C++ sprungu nýtt. Ég all lengt í menna. Var að stúdera þetta sprungu nýja mál. Tími líður, en eins og hann segir að það er bara 2 tegundir af forritunarmálum, þau mál sem allir kvart yfir og þau mál sem enginn notar. Og það er ýmislegt að finna að Java, en það hefur líka marga góða kosti. Og ég held að sé, og mín reynsla sú að því ég rauninni byrjaði í C++ heiminum,
svona eftir Basic og Pascal þá eitt ég með langmestu mínu tíma í C og C++ og það að fara síðan inn í Java fannst mér mjög þægilegt og mjög stundinni betra núna að fara þetta í Java heldur en C++. Skemmtilega. Vegna þess að auðveldar sömu hluti fyrir okkur. En þetta snýst ekki tungumáli, þetta bara eitthvað sem maður þarf að gera. Að kynna sér mögulega aðra leiðir. Hérna sjáum við dæmi ýmislegt sem í Java og ég merkti bláu það sem sérstakt við Java sem ekki C++. Þá sjáum við að allt hitt í rauninni nákvæmlega eins. Við erum með þessar stýriskipin if, then, else, for og svo framvegis og sníðaðum nákvæmlega eins. Að segðir eru nákvæmlega eins, hlutir eru skilgreindir á mjög líkan hátt. Grunngagnatögin, starffræðisafnið hérna. Það ýmis söfn sem eru öðruvísi en að mestuleyti það bara að þessu hafa mismunandi heiti. Það sumir hlutir sem eru dálítið öðruvísi. Eitt dæmi til dæmis strengir sem eru hérna sérstakt gagnadag sem við komum til að sjá. Og það sem sagt fyrsta klass gagnadag, það að segja að það við vinnum með svona klassa, strengur ákveðin hlutir og það af tagi sem kallast immutable eða óbreytanlegt. Það þýðir það að ef þú ætlar að breyta einhverju staf í strengnum, þá það ekki hægt. Þú getur breytt því með því að búa til nýtt eintak sem hefur breytt útgáfa þeim staf. En þú getur ekki breytt þessu eintaki af strengnum. Þetta hljómar þetta sé mjög ópraktískt og sjálfsagt við einhver ákveðna tegundavinnslu það ekki það besta, en oftast þetta þannig sem við notum strengi. Við búum það til einu sinni og við erum ekki í krukkum frekar í þeim. Og kosturum við það, ég kem meira inn á það í næsta tíma, af hverju við erum áhuga á svona immutable gagnatögum. Eitt af því sem sniðugt við þetta, það svona yfirhlaðin aðgerð hérna, það kallast við fjölbundin, það að segja plus, ef við gerum plus, þá getur skeytt saman strengjum. Það gerur streng plus heiltölu, þá breytir hún heiltölunni yfir í streng og skeytir því saman. Og þetta notum við mjög mikið til þess, sérstaklega við svona útprentun. Og það sem líka þetta tækniatriði. Hérna einfalt dæmi svona kóða. Þetta semst heilt forrit. Það samanstendur einu klassa sem heitir intops og í því eitt fall sem heitir main. Í öllum forritum þarf að vera main-fall, annars getur ekki keyrt það. Main það staður sem við keyrum, þetta eins og í C++, og meira segja sniðið það sama, það hérna strengjafylgi sem eru þau hérna command line arguments, hvað kallar það? Færibreytur, stikar, viðfang, færibreytur, sem eru send inn í forritið. Svo hérna fyrir framan þetta hérna, public static void, hvað ætli það sé nú? Void þýðir það sama eins og C++, það skilar ekki neinu. Það reyndar ólíkt C++, ég held að sé alltaf skil alltaf heiltölu. Static þýðir að það bara eitt eintak af þessu falli, það tilheyrir ekki einum hlut, það tilheyrir klassan. Þetta klasafall. Public, þetta sýnilegt öllum. Þannig að forrit byrja alltaf á þessu, public static void main og síðan þetta hér. Og svo sjáum við hérna hvað erum við að gera með tvær breytur A og B heiltölur og það nýta þessi fyrstu tvö viðföng, fyrstu tvær færibreytur. Senda fyrstu breyturinn hérna inn í þetta fall sem parseInt, sem hluti af klassanum integer með stórustaf. Þetta dæmi svona klassafall líka sem tekur streng og býr út úr því heiltölu, samsvarandi heiltölu. Þetta samskonar eins og falli sem við þekkjum í C++ sem heitir A to E. Bara annan nafn. Smá breytilegt hérna að númeringin á þessum færibreytum að í C++ 0 stæki nafnið af forritinu, en í Java þá 0 stæki fyrsta færibreytan. Svo gerum við reiknaðagerðir eins og annar staðar og síðan gerum við hérna prentun og prentun
fer fram með þessu system.out.println og þá skeytum við saman strengjum við heiltölur og fáum þá þannig út einn streng sem er prentaður. Ekki til eitt shorthand fyrir þetta leiðilega println. Það eitthvað svona langt? Við reynda að koma til að nota aðeins aðra útgáfu sem aðeins styttri. En nei, við erum ekki með einstutt eins og Sheaout. Nei. Sér það sem fara með þetta Það venst. Hérna er dæmi keyrsluna ef við erum notað á skipunarlínunni, kannski flestir myndum nota viðmót, en ef við notum skipunarlínu þá myndum við fyrst þýða forritið með Java C og þá fáum við þennan bætakóða og þetta Java forrit hérna túlkar hann að bætakóða í indops .class sem er þá þýðingin á klassunum og keyrir þá mainfallið sem er þar og sendir inn þessar 2 stika, þessar 2 færibreytur. Og svona er Java forrit. Fylki eru aðeins öðruvísi, vegna þess að við skilgrunum alltaf fylki dýnamíst. Þannig að við notum alltaf new til þess að búa til nýtt fylki. Og þannig að við þurfum að skilgreina breytuna, þetta er fylkjabreyta A og síðan búum við til plássið fyrir n stök af þessu doppel sem fylkjabreytan á vísa í og síðan núllstillum við stökin í fylkinu. Og svo likki er nákvæmlega eins og í C++. Þetta allt saman er reyndar hægt að gera allt í einni línu vegna þess að við getum skeytt þessu saman, við getum skilgreina breytuna og framkvæmt búið til fylkið og þá er sjálfvirkt uppastillt með núlli. Það er alltaf í Java, það er alltaf allt núllstillt það sem er skilgreint. Og þetta er eitt sem er öðruvísi. Tvíðið fylki eru þannig til og getum gert á einfaldan hátt. Þau eru líka bara svona dýnamísk og þau eru bara til í rauninni sem fylki, einvítt fylki af einvíðum fylkjum. Ekki tvívíð fylki sem er rauninni bara einvítt fylki bara notar einhverja reikninga til þess að finna út hvar stækið er. Koma því. Talið var hratt. Okay. Smáið sem inntak úttak. Þegar við séum svona skipanarlínu, það er ein leið til að gera þetta. Að nota skipanarlínuna, en það er líka hægt að nota viðmót sem ég ger ráð fyrir að flestir munu nota. Koma það að því rétt bráðum. Nú, þetta við hérna frá C++ og það frá C, þess að hugsunum að það sé ákveðið staðalintak og staðalúttak. Það sé C-in og C-out er þetta staðalintak, staðalúttak sem þú lest frá command-línunni og prentar út á terminalin. Og við nýtum hér á sama hátt nema það heitir aðeins öðrum nöfnum. Og við getum litað á þetta þannig að forritið hefur alltaf opið svona staðalintak sem hægt er að lesa úr og það hefur alltaf opið þetta staðalúttak og svo koma þessar færibreytur á skipunarlínu líka en svo bæta við hérna að það er hægt að skrifa beint út á standardteikningu. Það getur sendt út teikniskipunir það fer út í sérstaklega teikninglugga og þetta gerir alla teiknivinnu miklu auðveldari. Og ég hef kennt hérna Java sem við gerum bara Java bara hreint og það er meiri háttar handleggur að þurfa bara að búa til glugga og setja þetta allt saman upp og svo framvegis. Þú þarft að setja það inn í einhvers konar swing-safn eða eitthvað annað til þess að búa til panela inn í þessum glugga og þar fram eftir götunum. 20 línu kannski á kóða bara til þess að setja þetta upp meðan þetta er raunin bara tilbúið til að teikna hérna. Það er einn af þessum kostum við þetta safn sem tilheyrir hérna þessari bók. Og við getum séð þetta safn hérna frekar í hérna undir þessum kóða standard input og output libraries, standard input í Java, standard out, standard draw. Þetta er kóðin fyrir það og lýsingin er þá hérna. Þetta er þá
dokumentasjónu fyrir það. Þetta eru nöfn á litum sem skilgreind. Þetta eru aðgerðir sem hægt að framkvæma. Þetta töluverður listi, en rauninni þetta ekki svo ótrúlega margt. Þetta einfaldar það sem við komum til að nota allavega. Það hægt að gera einfaldar hluti mjög skilvirkan hátt. Staðalintækið og úttækið, það líka álíka. Staðalúttækið, standard out, þetta virkar eins og C out með þessari print og printline-skipun. Það líka til print F, nákvæmlega eins og í C. En standard in svona aðeins öðruvísi. Þú getur lesið sem sagt eitthvað gild af einhverju ákveðnu tagi eða þú getur lesið heila línu. Svo það með eitt sem þægilegt hérna, read all, þá lestu restin af skránni og setur inn í strengjafylki búið. Tjekkaðu hvort að inntækið sé tómt. Og hérna aftur þetta snyrtilegra heldur þetta gert í Java sjálfu. Þannig að þetta library sem þeir hafa búið til hérna finnst mér vera mjög snyrtilegt og gera þetta þægilegra og líkara C++ en það væri annars. Við skulum sjá dæmið þetta rétt bráðum. Hérna sérst einfaldur kóði, leggjum saman tvær tölur, við prentum eitthvað, lesum síðan inn heiltölu, prentum meira, lesum aðra heiltölu, leggjum það saman og prentum síðan út summuna þessum tveimur tölum. Og þá hérna dæmið þessa kyrtlu. Til þess að þetta hafa hlaðið niður þessum söfnum, standard in og standard out. Og hérna til dæmis dæmum svo aðeins flóknari kóða, þá komið einfaldlega likki, þú lest inn þar til að inntækið er orðið tómt, lest inn allar þessar heiltölur, summar þau upp, telur hversu margar það eru, prenta úr meðaltalið. Og við slúum kannski skoða þetta aðeins hérna, hvernig við myndum fara að því að keyra þetta forrit. Þetta forrit enda til þarna á þessum vef. Það að segja, þetta kóði sem ég tók frá þessari fyrri kennslubók sem með svona inngang að Java forritun. Og þar birtist þetta average.java forrit. Þannig ég get sótt kóðan hérna með því að bara einfaldlega kópíra þetta. En fyrst þarf ég náttúrulega að setja upp umhverfið og einn möguleiki var svo að vera með skipularlínuna og keyra Java C og Java og það það sem ég hef nú kannski gert oft en fyrir marga er þægilega að nota þetta notandi viðmátt og þá myndum við hlaða því niður og sérstaklega einfaldara að nota svona kallað installer sem við finnum á þessari síðu hérna, Eclipse installer og velji hvaða stýrikerfi og þá bara hlaðið því niður. Þá keyrist þetta sem eins og venjulega og það ekkert sem það er að gera, bara ít og taka. Þannig að gera ráð fyrir að Java umhverfið sé sett upp og þá það fyrsta sem við þurfum að gera að búa til nýtt project. Ég ætla að búa til hérna Reyr B, því ég var að búa til project hérna rétt áðan. Það rauninni þau þurfum bara eitt project fyrir allt námskeiðið. Fyrir hvert verkefni þá eins og gott að hópa því saman í pakka. Þannig við skulum hafa hérna pakka, kallar bara test. Og við ætlum síðan að búa til þennan klasa inn í þessum pakka. Þá heita klasin average. Þá býðum til svona smá skapalón hérna, gefur til kynna að þetta sé í þessum pakka og við byrjum hérna þennan average klasa. En að því að hún búin að kopíra hann, þá getum við einfaldlega bara afrita hann aftur tilbaka og hann tilbúin hérna til þess að keyra. Nema hún gefur til kynna strax að það villa. Standard in cannot be resolved. Akkurru. Akkurat. Ég gefur til kynna að ég ætla að nota þetta, þessi söfn þarna. Og einhvers staðar þarf ég að fá þau. Þá fer ég að vefsíðuna, fer hann á kóðasíðuna, okkar bókar.
Og þar eru þessi söfn hérna, alx4.jar sem inniheldur alla kóðan sem kemur fram í bókinni og líka söfnin. En að því að nota, og þetta kemur hérna fram einhvers staðar, sko, af því að ég að nota hvað heitir aftur? Já, það akkurat hérna, sko. Ef ég að nota named package, eins og ég að skilgreina þarna áðan, þá þarf ég að nota aðra útgáfu sem heitir alx4 package og líka þetta standardlib package.jar. Jar-skrár stendur fyrir Java Archive, það leið til að pakka saman söfnum inn í einu skrá. Þannig að margir klasar geta verið einni skrá. Og allir þessi klasar sem skilgreindir í þarna í þessum safni bókarinnar, þeir eru í þessum tveimur skrám. Þannig ég myndi byrja á því að hlaða þessu niður og síðan setja þetta inn í þetta project mitt. Ég var búin að hlaða þessu niður og finna þetta hérna, standardlib.package og alx4.package og ég ætla að færa það inn í þetta safn hérna, en fyrst allir reyndar til þess að allir geyma þetta í sér möppu. Kallum bara möppuna libs og setjum þessi library þar. Þannig ég ætla bara að afrita þau hérna inn í þessa möppu. Þá það komið. Þau eru þarna. En ekki lagast nú þessi villa. Hvernig stendur það því? Það vegna þess að ég þarf að gefa til kynna hún eigi að nota þessi söfn. Ég geri það með því að fara hérna build path, configure build path. Það segir henni hvaða söfn hún eigi að nota. Ég fer henni í add jars og finna undir þessu safni mínu. Það var ég komið með þessi 2 library og segi, ok, notaðu þau. Og þá ætti ég vera komin. Ég ennþá með villi hérna. Hvað þá ná að gerast? Jú, akkurat. Þá ætla ég að sýna ykkur eitt trikk hérna við þetta, sem það ef ég fer hérna eftir punktinn, man ekki alveg hvernig ég kalla þetta fram, eða fer hér, hérna gefur til kynna hvaða möguleika ég hef á að framkoma og af einhverjum ástæðum þá hún ekki að ráðleggja mér það sem ég ætlaði að fá, vegna þess að ég vil ekki búa til nýtt hérna. Já. Já. Ok, ég fór sannlega í villist project, það ekki? Ég fór upp í reyð projectið, það er það sem það var. Það er svona byrtist þetta ekki hérna. Og núna áttur þess að því að hún að nota þessu söfn hérna og þegar ég hérna fer hérna yfir þá gefur þetta til kynna sem möguleika import. Ég segi import, já, flott. Og það sem gerist þá að hún bætir sjálfkrafa við þessu línu hérna. Hún ætla að nota þetta ákveðna library. Fyrir standard out þá það sama. Bæti þessi við og núna engin villa. Þá ætti vera hægt að keyra þetta. Ég keyri, þá opnast þessi konsolgluggi og þá get ég tikkað inn þessar tölur sem ég ætla að fá, 4, 6, 9 og síðan loka þessu með Ctrl-Z bara meðaltala þessum 3 tölum 6,33. Þannig að þetta ferlið. Svona getið prófað ykkur áfram. Ég mæli með því að þið skoðið sem flesta af þessum forritum sem eru þarna, allavega eftir sem vinnið þetta áfram og sjáu hvernig virknin og prófið ykkur að nota þau. Það þessu gagnaskrá til að vinna með þau og þið lærið mikið á því að einfaldlega skoða. Sérstaklega, ef þið viti ekki hvernig þið ber ykkur að. Finnið einhver forrit sem að gera eitthvað sem gæti kannski nýst í það, þá getið séð, já, svona ger ég svona hluti. Af því að þetta nú almennt talað mjög vel hannaður kóði. Hvað standard ábyrgðar?
Það er til þess að lesa og skrifa hljóðskrár. Þannig þú getur tekið hérna, og það kemur ekkert fram í þessari bók hér, en þessi fyrri bókin, hún gerir þetta alltaf úr því að vinna með svona hljóðskrár. En hérna meira þetta standard library, standard draw segi ég. Hérna dæmi svona helstu aðgerðir sem maður getur framkvæmt. Maður getur teiknað línu, teiknað punkt, teiknað texta, hring, fylltan hring, kassa, markhyrning, sett skalan af því sem þú ert að vinna með, sett víddina á pennanum, þess að hversu breiður hann á að vera, hvaða lit hann á að vera, hvaða fonttegund þú ert að vinna með, stærðina á rammanum, hreinsað, og síðan er þessi lykilskipun hér sem heitir show. Þegar þú ert búin að teikna myndina, þá þarf þetta að setja hana á skjáin og til þess beitur show til þess að birta hana. Síðan getur við gefið hérna sem með þessari færibreytu tölu, þá á hann að bíða í ákveðna millisekúndur inn á milli eftir hún búin að birta hana. Síðan getur meist að vista skrána, við komum að því. Og hérna er mjög sniðugt dæmi sem er einfalt animation. Það er að segja, við viljum láta hlut hreyfast. Þetta hljómar raunni frekar flókið. Maður getur skilað þessi einfalt að teikna bara eina mynd, en það að búið til hreyfimynd virðist nú vera ekki svo einfalt. En í grunni til er animation mjög einfalt að því leyti, þetta virkar eins og bíómyndir safna römmum. Það er tímabil á milli þeirra. Þú ert bara búið til rammana. Hverju ramma þá, til að mynda þú ætlar að vera með bolta sem færist til, og þá bara prentar boltan á einu stað og síðan býður einhver tíma, svo prentar boltan á næsta stað. Og ef bilið þannig að milli er nægilega lítið, þá virkar eins og þetta samfellt fyrir augað. Þannig að þú þarf bara að reikna út hreyfinguna, hann ætlar núna að hreyfast yfir á þennan stað. Þannig að þá teiknar hann núna á þessum stað hérna. Bara uppfæri staðstæðninguna. En auðvitað þarf þetta að hafa þá hreinsað út gildið á boltanum sem það var fyrir. Þannig að þú seti ekki maður bara með runu af boltum. Svo þarf þetta að passa hvað þú gerir þegar þú kemur út í kant. Hvað gerir þú þá? Hvernig fer það því? Það er fyrir því hvað það vil gera, já. Segjum við að láta hann bara bánsa til og frá. Þetta er ju bouncing ball. Já, hvernig? Þú getur verið með sama hraða en náttúrulega að ferðast. Já. Þannig að vektorinn sem allar að ferðast með, hann rauninni speglast. Sem er rauninni merkilega einfalt, vegna þess að þú ferð út í endan, þá þarf þetta bara að breyta vektorum í hináttina, sem sagt x-breytingin verður bara negatív. Og sama ef þú ferð upp í loftið, nú verður uppsvonbreytingin negatív og verður positív og svo framvegis. Og hérna er allur kóðinn. Skulum kannski skoða þetta fyrst, áður en fyrir að analysera þetta frekar, hvað er verið að gera hérna. Prófum að finna þennan kóða og sjá hvað er að gerast þar. Kóðinn er hérna undir þessari intro-bók hérna, kód, bouncing ball, og nú ætla ég að kópíra hann, fer inn í Eclipse, býr það til nýja klasa, og hann á að heita bouncing ball, afrita hann hér inn, hérna fæ ég villur, það er þetta vegna sem ég þarf að importera og það dugar bara að importera standard draw, þá ætti þetta að vera nóg. Þetta sé tilbúin. Sjá, þetta er sami kóðinu við vorum að sýna hérna á slæðinni. Þetta er einhverjar, nokkra skipanir. Það er ekki nema 4 teikniskipanir sem eru framkvæmdar hérna við þetta. 4 reikniskipanir inn í hverju lykkju.
Teikniskipin eru bara að hreinsa skjáinn, setja nýjan lit, prenta út boltan og síðan sýna myndina. Og við prófum að keyra. Tada! Auðvitað er þetta mjög einfalt, það er engin litir og þetta er bara einfaldur bakgrunnur svo framvegis. En það er líka mjög lítil vinna við það sem við þurfum að gera hérna. Og svo getum við með þess að vista þær myndir sem við gerum og það er það sem ég gerir í þessi fyrsta dæmitímaverkefni, að þið viljið vista hana og þið getið vistað hana hvort sem JPEG eða sem PNG. Og þá ætti þetta að finnast núna. TTL, JPEG. Tada! Þannig að þetta var nú allt sem þarf til þess að gera svona animation og þetta eru einfaldir reikningur séð. Hérna er bara uppefstilt ákveðin, þetta heldur utan staðsetningarboltanum, þetta heldur utan vektorinn, það er að segja hreyfinguna sem er að framkvæma og stærðin á boltanum. Hérna setjum við skalan, þetta er á að vera rammi frá -1 upp í +1, -1, +1. Það er hnitakerfið. Síðan förum við óendanlega lykkju á meðan að staðsetning á boltanum fer ekki út fyrir það sem hún er að gera. Og þá gerum við með því að taka hérna absolutt gildið á hnitinu. Ef absolutt gildið á hnitinu er komið upp að 0 eða upp að 1, þá ertu komin út að rammanum og þá viltu snúa við. Og við gerum það einfaldlega bara með það mínusa þennan vektor sem gefur til kynna hreyfinguna. Þannig að hvort x hnitið á hann með absolutt hnitið. Síðan uppfærum við staðsetningun á boltanum og síðan gerum við þessa tekníku. Þannig að þetta er svona inngangur á þessu safni og það eru þarna fleiri söfn eins og ég sagði sem við skoðum betur í næsta tíma. Sjáum að þetta er 10 söfn, standard in, standard out, við erum búin að sjá það standard draw, standard audio fyrir tekningar, random þetta til að búa til slembutölur og við komum til að gera það mikið. Þetta notum við ekki endilega en ég getum notað, það er mjög skoðan tölfræði. Þetta til að skrifa út heiltölufylki, ég hef ekki notað þetta. In, out og draw, þetta eru bara útgáfur af þessum standard in, out, draw sem færa, ég veit í skrá í staðan fyrir að taka þetta úr staðalind ekki úttöki. Og síðan er líka hérna útgáfur til að vinna með binary skrár og binary inntak-úttak. Þannig að þetta er nú svona staðan á Java. Og þetta er allt sem ég ætla að segja í dag. Við tala alltaf hratt yfir ykkur. Við förum kannski aðeins rólega næst. Voru spurningar? Endilega spyrja mig. Þið fáið bónus fyrir verkefnið. Já. Já, þetta er tíma morgun. Já, það maður átt að nota komandæn til að setja inn code file. Já. Það er eitthvað annað prep en að vera bara með næstu fyrir einstæða. Hvað er prep? Já. Nei, það er bara þetta. Þú ert að hafa þetta ALG4 og standard in out, þau library þurfa bara að vera í classpath. Og fyrst ég með ykkur hérna þá allir bendur ykkur á morgun þá er hérna merkilegur atburður vegna sem við hefum hérna mjög öflugan mann.
með frægari tölvunarfræðingum sem halda henni fyrirlestur. Þetta svona opin fyrirlestur fyrir almenning, þannig að þetta ætti ekki verið að fara yfir höfuð ykkar. Og hann talaði svona almennt hvernig, eins og komum fram á hann á slæðinu, hvernig tölvunarfræði, þessi algoritms, hvernig þetta var að breyta vísindunum. Ja, þetta verður mjög spennandi, en það á að vera mjög áhugaverður fyrirlesari. Þetta sem klukkan 5 á morgun. Og ef þið eru virkilega áhugasöm, þá hérna Theory Day á föstudaginn, og þó þetta standi fyrir theory, þá þetta ekki allt hrein teóría, til að mynda fyrsti fyrirlestin hérna Bitcoin, og mjög litið teórí í því. Þannig að vonandi getið fundið þarna eitthvað áhugavert. En við sjáumst á föstudagsmorgun.